2 orkufyrirtæki hafa áhuga á að virkja á 6 svæðum sem nú í verndarflokki rammaáætlunar. Þau hafa óskað eftir því við Orkustofnun að kostirnir verði teknir til endurskoðunar. Orkustofnun ber að skilgreina virkjanakosti fyrir verkefnisstjórnum rammaáætlun. Orkufyrirtæki hafa óskað eftir því að Orkustofnun og verkefnastjórnin taki fjölda virkjanakosta til endurskoðunar í 3. áfanga rammaáætlunar. 2 orkufyrirtæki hafa óskað eftir því að metið verði að nýju hvort virkja megi á 6 svæðum sem nú í verndarflokki. Orkustofnun fyrir þessa kosti og getur bæði komið í veg fyrir að tillögur orkufyrirtækjana fari til skoðunar hjá verkefnisstjórn eða bætt fleiri kostum við. Landsvirkjun vill láta endurmeta Tungnárvirkjun, Bjallavirkjun, Norðlingaölduveitu og háhitasvæðið Gjástykki. Landsvirkjun og Orkusalan hafa bæði óskað eftir því að það verði endurmetið hvort virkja megi í Hólmsá við Einhyrning og Orkusalan óskar eftir því að endurmetið verði hvort virkja megi háhitasvæðið Grændal á Hengilsvæðinu rétt við Hveragerði. Stefán Gíslason, formaður verkefnisstjórnar rammaáætlun, bendir á að samkvæmt lögum megi taka virkjunarkosti í verndarflokki aftur til umfjöllunar svo lengi sem þeir hafi ekki verið friðaðir og þessi svæði hafi ekki verið friðuð. Maður getur ímyndað sér að til þess að það fá eitthvað mikið aðra afgreiðslu en áður þá þurfi aðstæður hafa breyst, þannig að það bara mat, það bara farið yfir það. Það ekki þetta að segja það fyrirfram hvernig það endar. Orkufyrirtækin vilja hátt í 30 virkjunarkosti sem síðasta ríkisstjórn hafði saltað verði færðir yfir í nýtingarflokk. Orkufyrirtækin hafa óskað eftir að 28 virkjunarkosti sem búið var að salta í tíð síðustu ríkisstjórnar verði færðir yfir í nýtingarflokk. Af þeim eru 6 virkjunarkosti sem setti voru í verndarflokk. Kristján Már Unnarsson. Það rifist Norðlingaölduveitu þessa dagana, einnig virkjanir í neðri Þjórsá og það verður sannarlega boðið upp á gnægð deiluefna nú þegar 3. áfangi rammaáætlunar að hefjast. Samtök orkufyrirtækja hafa haldið því fram að í tíð síðustu ríkisstjórnar hafi allt að 18 virkjanakostir verið stöðvar út frá pólitískum forsendum með því að vikið hafi verið frá faglegum niðurstöðum verkefnisstjórnar rammaáætlunar. Þessir kostir koma nú flestir til endurskoðunar og raunar fleiri. Tillögur sem bárust Orkustofnun áður en frestur rann út í desember eru frá öllum helstu orkufyrirtækjum landsins, meirhlutinn frá Landsvirkjun. Á lengsta listanum eru vatnsaflsvirkjanir sem fyrirtækin vilja fá úr biðflokki yfir í nýtingarflokk, Glámuvirkjun, Skatastaðavirkjun í 2 útgáfum, Fljótshnjúksvirkjun, Hrafnabjargavirkjun, Urriðafossvirkjun, Hvammsvirkjun, Holtavirkjun, Búlandsvirkjun, Hólmsárvirkjun, bæði við Einhyrning og Alley, Skrokkölduvirkjun, Hagavassvirkjun og Búðartunguvirkjun. Háhitavirkjanir sem fyrirtækin vilja úr biðflokki í nýtingu eru Trölladyngja, Austurengjar, Innstidalur, Þverárdalur, Ölfusdalur, 2 áfangar við Hágöngur og Fremri Námar. Fyrirtækin vilja 4 vatnsaflskosti úr verndarflokki yfir í nýtingu, Hólmsárvirkjun við Einhyrning með miðlun, Tungnárlón, Bjallavirkjun og Norðlingaölduveitu. 2 háhitasvæði vilja þau úr verndi yfir í nýtingu, Grændal og Gjástykki. Þá gerð tillaga 3 nýja kosti, virkjun í Stóru-Laxá og vindaflsvirkjanir á Þjórsár- og Tungnarsvæði og Blöndusvæði. En má álykta út frá þessu að orkufyrirtækin séu ólmí að virkja sem mest? Nei, ekki endilega það. Þau vilja bara halda þessum kostum til haga og halda þeim inn í áætlun. Kristinn vonast fremur til að öldurnar lægi. Þetta ekki jafn nálægt framkvæmdastigi eins og það hafði tilhneigingu til í 1. og 2. áfanga. Bæði umhverfismat og skipulagsferli sveitarfélagi gefi færi á nánari skoðun einstakra verkefna. Kristinn segir að á endanum verði þetta þó pólitísk ákvörðun. Þetta endar sem ályktun Alþingis.